Næst ætla prófessorarnir Ástráður Eysteinsson og Julian Meldon Darcy að flytja ljóð Hannesar Hafstein á 2 tungumálum, frummálinu og í eigin þýðingum á ensku úr tvímálabókinni Ólgublóð, Restless Blood, sem í þann veginn að koma út. Gjörið svo vel, Ástráður og Julian. Þú spyrir nú að skilja þetta eftir akkurat í töskunni sem það segir. Alltaf líka pappirinn hérna. Já, bókin sem sagt Ólgublóð og Restless Blood í prentsmiðjunni. Við erum að vona að hún komi út fyrir jólin. Hún rauð og falleg og verður jólabók. Það 35 ljóð í bókinni á frummálinu og á ensku og við höfum verið að vinna þetta saman við Julian Darcy, síðustu 2 árin, lagði fram öðru og það hefur verið einstaklega skemmtileg samvinna. Við völdum ljóðin meðal annars út úr því að sýna fjölbreytileika Hannesar sem skálds og hann spannar gríðarlegt spektrum í raun og veru sem ljóðskáld og til viðbótar við það sem Guðmundur Andri nefndi hér áðan, mann tala satíristan Hannes, hann var snilldar háðsádeilu skáld og suma af hans þekktari ljóðum kallaði þann flokk og við þýddum 2 þeirra eða svona 2,5 eftir því hvernig maður metur ljóðin. En hann var einnig skáld þungra þanga inn á milli og sérstaklega það kannski ljóð sem við ætlum ekki að flytja hér sem Þorgil Skarða sem mun vera eitt það síðasta sem hann orti á erfiðum tímum og hann ekki síður magnað skáld í myrkrinu. En við ætlum að flytja 5 ljóð og að mismunandi gerð og við ætlum að byrja náttúrulega á kossonum. Hannes var meðal annars skáld kossana. Kysstu mig nú, elskan mín, og kveddu mig nú vel, því kveðjan sú á lengi, lengi að gilda. Hún á að treinast lífstíð og gegnum hrun og hel, að hástóli þess allt vill milda. Því þegar hinsti svefnin loks sígur mér á brár, þá sofna ég með kossinn þinn í huga og með hann vil ég svífa fram eilífðar ár, uns ellin má vort sólarkerfi buga. Þá hinn hinsta básúna boðar dómsins fund, ég ber fram mér til réttlætingar kossinn. Þá kviknar sólin aftur, svo logheit var þín lund og lífið þrungin ástar þinnar blossin. Kiss me. Kiss me, my darling, and bid me fondly farewell, for this adieu must endure for a long, long time. It must last a lifetime, through disaster and hell, to that highest throne where all is sublime. For when the final sleep closes my eyes, I then slumber with your kiss in mind, as I glide eternally through the skies, till old age the end of our solar system will bind. Then, when the trumpet calls on Judgment Day, in my justification your kiss will I name. The sun will then rekindle, so hot was your heart's ray, so full of love and life was your flame. Og næsta ljóð heitir Hljóðfallið og við völdum það meðal annars vegna þess að það
það fjallar grunnatriði í ljóðlist Hannesar sem hljómurinn. Mörg ljóða hans eru og merkilegur hljóðheimur og þetta ljóð eiginlega þessa þrá, þessa sköpun. Hljóðfallið. Í hljóðfalli leikandi ljóða lauga ég huga minn og nýja kælandi krafta og kvikari blóðrás finn. Mér finnst sem bylgjur mig beri og blakti vanga mér, mér finnst sem bylgjur mig beri og blakti vanga mér þýtt og svalandi kjassi og kissi og hvísli svo lokkandi blítt. Áfram þær líða, út frá ströndum þær ber, raddir frá heildýpi hafsins hljóma í sálu mér. Cadence. In the cadence of vibrant poems, I soothe and bathe my mind, as their fresh, embracing powers quicken my pulse, I find. It's as if I'm borne by waves, upon my cheeks they flow and meet, with cool and caressing kisses and whispers alluringly sweet. On and on they ne'er cease to flow, from faraway beaches they roll, voices from oceans deep below that resonate in my soul. Þriðja ljóðið sýnir enn eina hlið á Hannesi og hér fáum við ljóði sem býr ekki yfir þeim hraða sem maður finnur í mörgum ljóðum hans. Hugsanlega meðal annars vegna þess að það ekki rímað sem líka óvenjulegt. Þetta loggdrífa. Drifhvíta drífa, döpur og köld, hníg þú hólega í hægu flögri, hyl þú höfuð mitt, hyl þú líf mitt, hyl þú ógjörð og hálfgjörð störf. Síðar mun sólbráð á seinu vori bræða skaflinn og bein mín finnast. Nota þá, náungi, nokkrar kjúkur með öðru eldsneyti til aren fæðslu. Snowdrift. White drifting snow, so weary and cold, fall thou faintly in a slow flutter. Cover this head of mine, cover this life of mine, cover all my neglected and half-done deeds. Soon the thawing sun of late spring will dissolve the drift to display my bones. Do use them, dear fellow, just a few knuckles, along with other fuels, to feed the hearth fire. Og svo slær maður á léttari strengi og kvennaskál næsta ljóð sem margir þekkja vafalaust. Drekkum sveinar, svanna minni, sætt munn það fer, ljúft úr hjartans innsta inni, andvarp lyftir sér. Hver fær staðist lofnar loga, lokka fljótin þekk, sjóna skeiti brúna boga, buga sérhvern rekk. Látum ólga æskublóðið, æskan þarf sinn dans, látum glimja gleði ljóðið, grípum vorsins krans, látum duna dans hér inni, dagur fjarri drekkum sveinar, svanna minni, sættum munn það fer. A toast to women. Drink up, lads, a toast to each girl will sweeten our lips so dry. From my heart I must unfurl a soft and gentle sigh. Who resists if a maid will arouse with flowing hair so sweet? Luring looks and cocked eyebrows will every man defeat. Let youth's restless blood pound, youth needs to dance and sing. Let a song of joy resound, grasp the wreath of spring. Let the dance onward whirl, for dawn is not yet nigh. Drink up, lads, a toast to each girl
will sweeten our lips so dry. Og svo ákváðum við að lesa eitt af svona hennum stærri ljóðum Hannesar. Það eru náttúrulega nokkur slík og ljóð sem eru viðamikil á ýmsan hátt, búa yfir hljóðheimi, og ég þurfi nú einn af þessum eitt drykk hjá Hannesi til að aðeins að væta kverkarnar, en við ákváðum að velja ekki kannski eitt af þeim þekktustu, heldur við Valagilsá. Förum norður í land. Hefur þú verið hjá Valagilsá vordag í sólheitri blíðu? Kolmórauð freyðandi þeytist hún þá og þokar fram stórbjörgum gilinu frá, sem kastast í ólgandi straumfalli stríðu. Orgar í boðum og urgar í grjóti, engu stætt í því drynjandi róti, áin sem stundum ekki í hné, orðin að skaðræðis fljóti. Hefur þú gengið að gilinu þá til gamans á meðan þú bíður, því fyrst eftir miðnættið minkar á, og meðan skemmtun gljúfrið að sjá, hve grenjandi hrönnin við Hrikaberg síður. Hanga þar skuggar á hroða klettum, hengdir draugar með svipum grettum. Standberg við standberg þar reykjast upp há, með hamrasvip, fettum og brettum. Kom þú í gilið, en hafi eigi hátt, þeir í hömrunum þola það eigi, verði þér hlátberri átt, þeir vilja að allt nema áin þegi. Þeir eru innvaldir í því gili, ótal búa í svörtu þili, gnista tönnum við barinn botn og byltast í grænum heli. Nú loks komin næturstund og nú sýnist árvatnið blárra, drýpur af stráum og döggvotir grund, mig dreymdi að nú væri skárra. Hestarnir hím upp á völlum, gljúfrið draugslega dimmt og drunga sorti á fjöllum. Straumur freyðir og stekkur hátt, steinar í botni skarka, sogar strengur og suðar kátt, en samt held ég láti nú slarka. Ég ætla að sjá hvað setur, hvort sjóðandi straumiðu fall eða brjóstreikinn klár hefur betur. Valagil River. Have you ever seen the river in Valagil on a warm and sunny spring day? Foaming dark waters rush past at will, scouring the ravine's rocks so still, tumbling them in swift currents, spewing spray. Stones are grated, boulders howl for blood. Nothing can resist its noisy surge and sweep. The river, which oft is less than knee-deep, has become a calamitous flood. Have you walked to the ravine in daylight, to dally there and view it for pleasure? Only at night is the river's current slight, but till then the canyon is such pure delight, as warping waves take rugged cliffs measure. Shadows hang there on jagged rocks in gangs, ghosts with visages grimace in pangs, sheer crags stacked on crags up to a great height, cliffs with fractured faces and twisted fangs. Enter the ravine, but shh, make no sound. This the crag dwellers cannot abide. If you happen to laugh, you'll soon be bound to hear their darkened echoes all around. Only the river may make a noise, is implied. They are the sole rulers of the ravine, teeming tyrants in its sheer walls' black sheen, grinding their teeth on its gravelly bed and tumbling in a deep pool so green. Now, when night has last come round, the river takes on a bluer hue. Water drips from grass, wet is the ground. I dreamed better things would now be due. The horses idle in a nearby field, the canyon is a ghostly gloom, as mountains to sombre darkness yield. The stream froths and leaps up high, grating stones on the riverbed dance, swift currents do merrily suck, pull, and ply.
But nonetheless, I must now take my chance. I'm bound to see which force will succeed, whether it be the frenzied eddies or a trusted, sturdy, broad-chested steed. Takk fyrir. Hjartans þakkir, herrar mínir, og þeir sem get ekki afborið þá tilhugsun að kannski missa af þessari bók, þeir mega skilja eftir nafn og símanúmer hér á eftir. Þá verður hringt í þá þegar bókin kemur og enginn missir af neinu. En Ástráður ekki sloppinn enn. Þú manst það, Ástráður, þú átt eftir að koma aftur. Hann ætlar að fjalla margbreytnina í ljóðlist Hannesar Hafstein, bæði í viðfangsefnum og tjáningu undir yfirskriftinni Þar sem fjöllin fljúga. Já, ég verð nú kannski að klukkan er orðið 5, þannig ég get nú ekki haft þetta allt of langt. En ég má til með að byrja að fá að þakka fyrir mig og fyrir okkur Jay. Þakka Ragnheiði Jóni Jónsdóttur sem drifkrafturinn í þessu húsi og á bakvið bókina sem nú í prentun, því að það náttúrulega hún sem að ýtti þessu öllu af stað. Og ég og við Jay, við erum ákaflega glaðir að sjá þetta mikilvæga hús Hannesarholt fyrir þá sem vilja næra sig, hvort sem svo næring nær til eyrna og augna eða munns og maga. Og ég vil nefna að Hollvinafélag Hannesarholt studdi þýðingastarf okkar og styrktarþjóður stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur studdi fjármagnaði útgáfan að töluverðu leyti, og það stofnun Vigdísar sem að gefur bókina út í samvinnu við Háskólaforlagið. Það má því segja að það séu öflugar konur á bakvið þetta verk. Maður hugsaði þessi tvö hús, Ragnheiður, Vigdís Finnbogadóttir, Auður Hauksdóttir, konur sem byggja á arfi öflugra kvenna frá fyrri tíð, en einnig á, sem betur fer, á framlagi upplýstra og víðsýnna karla, hvort sem við viljum kalla þá feminista eða ekki. Og hér á Íslandi hefur Hannes Hafstein þar heilmikla sérstöðu sem að Guðmundur Andri vék að áðan og Erla Hulda Halldórsdóttir fjallaði í erindi í Safnahúsinu fyrr í dag. Og þar kemur Georg Brandes náttúrulega við sögu. Það er ekki vafi á því að tengsl þeirra hafa haft áhrif á Hannes í þessum málum, og þýðing Brandesar á bók Mills kúgun kvenna. Og það var athyglisvert að hlusta á Erlu Huldu þar sem hún benti á það hvernig Hannes átti þátt í að ýta þessum málum býsna svona myndarlega af stað í kringum aldamótin, en að síðan í raun og veru dregur úr og þessu ekki fylgt eftir fyrir í raun og veru löngu síðar. Að hennar mati í raun og veru tímabilið alveg frá því 1920 fram til 70-80 ekki sérlega bjartur tími í þróun kvenfrelsis á Íslandi. En það ekki Hannesi að kenna. Það sem mér finnst svo athyglisvert við hann í þessu sambandi að þegar hann mótar sitt frelsishugtak, annað orð sem að Guðmundur Andri lét falla góð orðum hér áðan, að þá það, og ég vík aðeins að þessu í eftirmála bókarinnar, frelsið verður jafnréttishugtak í meðförum Hannesar. Hið persónulega frelsi algjör grunnþangi í hugsun hans. Og ef það svo, þá verður það sjálfsögðu að gilda allt mannfólk. Þetta held ég að skipti máli, og þessi teóría, ef við kallum hana svo, hún blífur, þó svo að praxísin hafi tekið mjög langan tíma að skila okkur því
því þjóðfélagi sem við sem betur fer búum við núna. En eins og við vitum og verðum vör við næstum á hverjum degi, þá það sannarlega ekki raunin alls staðar í heiminum. Og frelsið ég ætla aðeins að grípa niður í eftirmálan og aðeins að tala storminn og til að byrja með. Hvernig hvað ég hafa þetta aðeins sem að mörgu leyti svona einkennisljóð Hannesar og hefur verið fylgt honum dyggilega til þessa dags og það hefst á því að ljóðmælandi ávarpar storminn og segist elskan, meðal annars vegna þess að hann býr yfir orku og skapar hreyfingu. Stormurinn kanni hvað sé traust og lífvænlegt í náttúrunni og sópi burt því sem fiskið er. Hannes ávarpar í ljóðinu orkuna í íslenskri náttúru, en storminn ber einnig að skilja á myndrænan hátt. Hér sem víðar náttúran stafróf og lesmál lífsins og þar með einnig mannfélagsins. Þar vísa gráfisknu kvistirnir ekki til gamals fólks, heldur til gamalla og úreldra viðhorfa sem hamla nýsköpun í hugsun og verkum. Og til þess doða þeirrar dáðlausu lognmollu sem langvarandi stöðnun veldur, hvort sem hún til orðin af vana eða kúgun, nema hvort tvekja sé. Sá sem tekur til máls í fyrstu ljóðlínunni, í fyrstu persónu eintölu, líkt og stígur síðan til hliðar og fylgist með ólgandi storminum farum sviðið, bæði land og haf. En í 14. línu stígur mælandinn aftur fram og tjáir sig þá sem einstaklingur, en jafnframt sem túlkandi náttúru og samfélags, þar sem þörf á lofthreinsun og baráttu anda og ekki síst frelsi. Stormurinn hinn alfrjálsi loftfari og í loka erindinu gengur mælandinn til liðsviðan, jafnt í hugarfari, tjáningu, í söng eins og hann segir, og athafnasemi í því stríði við erfiðleika sem heyja þarf. Það ögrandi og djörf hugsun í þessu ljóði og kröftug framsetning, hreint út sagt gustmikil, því það eins og skáldið hafi fundið leið til að örva og hraða ljóðlínum sem eru þó í hefðbundnu formi, bæði hvað varðar brag, rím og reglubundna ljóðstafasetningu. Þetta hafa ýmsir bent á og fundist jafnvel að væri töfrarnir, einir helstu töfrar í ljóðlist Hannesar. Það þessi bæði hljóðheimurinn og þessi hraði sem hann vinnur með sem veldur því að hann getur hægt á og svo eins og ljóðlínan sviftist af stað aftur. Og nú eitt frægasta dæmi þetta ljóðið Skarphéðin í brennunni sem nefnt var hér áðan og náttúrulega hreint ótrúlegt meistaraverk 19-20 ára unglingsleikum við að segja. Og þetta eins og Tómas Guðmundsson sagði í formála sínum að útgáfu ljóða Hannesar frá 1968 að Hannes Hafsteinn einn þann frama í íslenskri bókmenntasögu að gerast tvítugur höfuðskáld og spámaður nýrrar kynslóðar. Og það sem sagt, og hann tvítugur þegar öll ljóðin birtast í Verðandi og árið 1982 þá var hann enn tvítugur og þarna sum af megin ljóðum hans þegar komin. En Hannes maður nútímans í íslenskum stjórnmálum. Hann byltingarmaður í raun og veru í því að innleiða tækni, nýja stjórnhætti og eins og hann talar við lifum á tíma rafmagnsins og gufuaflsins, olían kannski ekki orðin komin eins rækilega til sögunar hér í þá daga eins og síðar varð. En þannig að þetta meðal þeirra hreyfiafla sem hann ávarpar. Það þau öfl sem hann leiðir hér inn til þess að nútímavæða landið
og það með ólíkindum. Ég verð að segja að eftir að hafa fengist við þetta viðfangsefni og farið að lesa bæði það sem Hannes skrifaði og það sem aðrir hafa skrifað hann, að þá hef ég eiginlega, eins og Ragnheiður nefndi áðan, sumleyti verið bara furðu lostinn og ég svona áttaði mig á því í mínum huga og ég býst við að ég sé nú ekki einn það, hafi Hannes einhverju leyti, þrátt fyrir að hafa verið fyrsti ráðherra okkar, lent í skugga úr báðum áttum. Það er að segja annars vegar skugga Jóns Sigurðssonar og vegna þess að við höfum mænt ákaflega mikið á Jón Sigurðsson og kannski fyrir vikið ekki áttað okkur á hverju Hannes áorkaði á skömmum tíma. Og hins vegar það auðvitað raunin að við vitum ekki hvað Hannes hefði getað gert sem ljóðskáld. Hefði hann haft tíma til að helga sér ljóðlistinni á lengri köflum. Hann var gríðarlega upptekinn maður eftir að hann kemur hingað heim og hann ekki nema 24 ára gamall þegar hann kemur frá námi. En afkastar samt ótrúlega miklu í ljóðlistinni, en þar náttúrulega á fyrsta fyrirhluta 20. aldar skuggi sem dálítið erfiður eflaust fyrir ýmsa síðar meir sem ég átta mig á núna, það náttúrulega Einar Benediktsson sem var reyndar aðeins yngri en Hannes og var góð vinur hans. Ég heyrði alltaf að þeir hafi verið svo mikil samkeppni milli þeirra en það kom í ljós þeir voru ágætis vinir. En Hannes allt annars konar skáld og hann að mörgu leyti alveg einstakt skáld í íslenskri bókmenntasögu. Og hann flókinn að nálgast hann vegna þess að, meðal annars vegna þess sem Guðmundur Andri nefndi hérna áðan, að við vitum bæði hvernig hann tjáði sig skáldskap, við vitum af skoðunum hans, hann var mjög hallur að Brandes og hugmyndum raunsæið og það má segja að mörgu leyti það séu vissir raunsæisöfl í skáldskap hans, en við sjáum líka að uppgjör hans við rómantíkina ekki eins gagngert eins og manni kannski finnst þegar maður les hans eigin, það ekki svo sem mikið sem hefur varðveist, það athyglisvert að fyrirlesturinn frægi frá 1888 sem hann hélt, sem að mér skilst fyrsti fyrirlestur hér á landi samtíma bókmenntir, sem út af fyrir sig mjög athyglisvert. En hann hefur ekki varðveist nema mjög litlu leyti. Í honum voru mjög svona róttækar skoðanir og sömuleyti mikil gagnrýni á skáldin sem koma í næstu kynslóð og undan. Og sérstaklega gömla kennara Hannesar, Steingrim Thorsteinsson og Benedikt Gröndal. Ég held hins vegar að það sé heilmikil rómantík í skáldskap Hannesar, en rómantík í víðum skilningi, rómantík sem hefur meðal annars endurspeglast í því að í umhverfismálum og vistrýni eins og það gjarnan kallað bæði í bókmenntafræði og öðrum greinum samtímans, þá mikið horft aftur til 19. aldarinnar og rómantísk orðræða endurlesin í ljósi þess sem hefur gerst í náttúru heiminum og þarna það alveg ljóst ef maður lítur á og endurles ljóð Hannesar að hann feikilega merkilegt náttúruskáld. Ég ætla að gefa svona til að stytta aðeins þessi orð mín, það langar mig að aðeins að gefa hugmynd breiddina í ljóðlist Hannesar, að lesa upp hvernig hann flokkaði ljóðlist sína sjálfur. Hann tók tvisvar sinnum saman ljóð sín, lét því miður í hvorugt skiptið fylgja formála eða eftirmála. Árið 1893 komu ýmisleg ljóðmæli og hún geymir 100 kvæði, en síðan 1916 þá erum við ótrúlega heppin, hann raunveru
búinn að fá slag einu sinni og sem betur fer nær hann að ganga frá þessari bók áður en hann fær slag aftur og eiginlega missir heilsuna. 1916 kemur eins konar heildarsafn. Það er ekki alveg öll ljóðin hans þarna, það eru til ljóð í kvæðabók stúdenta sem eru ekki þarna. En ljóðabók, eins og hún heitir, með bandstrykja milli, ljóða og bók, er heilmikið rit, hátt í 500 blaðsíður. Og það má svona ætla að þar sé til skila haldið flestu því eða næstum öllu sem höfundurinn vildi hampa ljóðaarfleifð sína. Og þetta er ekki lítil afköst hjá skáldi sem skilaði miklum vinnudegi á öðrum vettvangi. Hann skipti kvæðunum í 12 kafla. Það er aldrei erfitt að sjá hvað stýrir skiptingunni nema að það kann að varða nokkuru að ættjarðara kvæði standa fremst. Þýddur kvæðskapur er í 4 köflum og þeir standa þó ekki allir saman. Hann er með eitthvað mjög mikið persónulegt snið í þessum frágangi bókarinnar, en hér hefur náttúrulega ekki gefist tækifæri til að fjalla Hannesinn þýðanda. Hann er gríðarlega merkilegur þýðandi og þýddi meðal annars Brand eftir Ibsen, en hann er náttúrulega kannski fyrst og fremst okkar stóri Heine þýðandi. Þar kemur annar Heinrich Heine. Hann er sá sem hefur þýtt flest ljóð Heine á íslensku og hann ásamt Jónasi Hallgrímssyni, þeir saman eiga held í heiðurinn af því að Heinrich Heine varð þetta gríðar vinsæla skáld sem hann hefur verið eiginlega til þessa dags hér á Íslandi. Þannig að, já, en fyrir utan ættjarðarkvæðin og 4 flokka af þýddum kvæðskap, þá er flokkur sem heitir eftirmæli og minningaljóð, annar heitir manvísur og ástarkvæði, síðan ýms tækifæriskvæði og ávörp til einstakra manna, þá eggjanarkvæði og ádeilur, svo gamankvæði og drykkjukvæði og svo ýmisleg kvæði. Og þá er ónefndur 3. kaflinn, hann nefnilega ber svolítið sérstakt heiti, hann heitir Undir berum himni. Og þar er að finna ljóð sem að eiga sér stað úti við að sjálfsögðu, bæði á sjó og landi og kalla má mörg þeirra náttúrukvæði. Það er stærsti kaflinn. Þessi flokkun náttúrulega, hún segir ekki allt. Það er til dæmis að ljóðið sem að Guðmundur Andri nefndi hér áðan, eitt af almögnuðustu ljóðum Hannesar, Landsýn, er í ættjarðarflokknum en gæti að sjálfsögðu verið í flokknum Undir berum himni, þar sem að Hannes kemur. Þetta er ort tilefni þess að hann er að koma frá Danmörku eftir erfiðir tímar í pólitíkinni. Hann er að koma úr erfiðri embættisferð og hann endur með, hann er að hugsa og landið er að nálgast, hann veit að hann er alveg að komast í Landsýn og hann les landið saman við það sem er að gerast innra með honum. Þetta er að mínu mati alveg einstaklega magnað dæmi hvernig orðaði ég þetta hérna í eftirmálunum, stórbrotið dæmi samleik hugarástands, hafs, landslags, veðurs og óræðrar framtíðar þessarar eyþjóðar. Þetta ljóð á mjög vel við enn á okkar dögum. Takk fyrir.